Guðbjörg. Jæja, ég ætlaði bara að hafa 2 vídeó vörurnar mínar, en það sem að hafa verið breytingar og jólamarkaður og alls konar þess háttar, það bættist aðeins við vörúrvalið hjá mér og mig langaði að sýna ykkur það sem er komið nýtt. En ég var með þessa vöru síðustu jól. Hún var aðeins öðruvísi, fjólublá, en ég var ekki alveg 100% sátt við hana. Þetta er nuddolía, þannig að ég tók smá pásu á henni, þurfti aðeins að hugsa hvernig ég vildi hafa þetta, en núna þá er hún eiginlega bara svona hálfglær og ekki með neinu sérstökum lit, þannig að það fór rosalega mikið tími í, og það sem fór örugglega mest í taugarnar á mér, að maður þurfti að hrista vöruna mjög vel áður en maður notar hana. Þannig að nú þarf ekkert að hrista nema maður vilji. Þannig að ég er ógeðslega ánægð með það, og ég veit að þeir sem hafa notað hana eru mjög ánægðir. Svo að því að ég var með baðsalt og mig langaði að búa til aðeins meira lúxusbaðsalt. Þannig að ég gerði auka. Ég ætlaði reyndar að hætta með hitt og ekki hafa bara lúxus, en svo er bara stundum þá er eftirspurnin meira en maður býst við. Þannig að þetta lítur svona út. Vanililmur. Og það er þannig vanililmur í öllum sem ég er með núna fyrir jólin. En það gæti breyst seinna. Svo er ég búin að vera lengi að þróa baðbombur. Og það tók smá tíma að þær yrðu svona eins og ég vildi hafa þær, og uppskriftirnar voru eitthvað að misheppnast hjá mér og eitthvað svoleiðis. En þetta hafðist, og nú er ég með baðbombur með mismunandi ilmi. Sjá þessa kassa, það eru svo krútlegir með munstrið. Það er og þessi er svona. Og svo er ég með fyrir hitt og síðasta. En ég er með þetta í 4 ilmum, sama uppskriftin í öllum, þess vegna heitir það sama. En hérna einn, það sem að rauninni kemur fram baðbomba, og þetta er smá svona sýnisorn af þessari. Það eru ekki allar í eins sama lit og verður örugglega ekki eins í sama lit í næsta skammti. Þetta er bara skemmtilegt. Já, og svo náttúrulega því að var að koma jól, þá ákvað ég að gera jólasápur. Og þetta er rauninni handsápur sem maður notar, en ég veit eina sem bara tekur sápuna með sér í sturtu og notar hann sem að bara þrífa líkamann. Hún er mjög ánægð og komið svolítið óvart, en það er samt alveg rétt í rauninni. Það má nota þessa sápu náttúrulega í sturtu líka. Og ég gerði, að því ég gat ekki valið hvað ilm ég vildi, eins vanlega, þá er ég með 4 típur af sápum, og þessi er Golden Milk and Honey, þessi. Svo er ég með Coconut Coast, Apple Cinnamon. Þessi er rauninni mín uppáhalds. Rosalega góður ilmur á þessari. Og svo er Indian Sandalwood. Það er rosalega góður ilmur að þeim öllum. En já, þetta átti bara að vera stutt vídeó, svona að sýna ykkur restina af vörunum. En ég er náttúrulega ennþá með fullt af hugmyndum það sem mig langar að gera, og það getur svo sem hvenær það kemur. Ég ger ekki ráð fyrir að gera það fyrir jól, en hver veit.
En já, þetta er það sem að bætist óvart við, eða óvart og ekki óvart. En ég er alveg mjög ánægð og er núna á markaði að selja vörur. Ég er núna í Mjóddinni, bæði í nóvember og desember. Þannig að já, bara endilega kikið við. Þið getið haft samband við mig, annarkvort á mínu Facebooki. Ég er með Facebook fyrir Hrafnetta og svo er ég með Instagram, þar sem að síðan heitir Hrafnetta Ísland. Og svo er náttúrulega hægt að senda bara e-mail, hrafnettaisland.is. Ég sendi út allt land, það er ekkert mál. Sendingakostnaður, svona höfuðborgarsvæðið og svona örugglega eitthvað rétt fyrir utan er kringum 1000 kall. Og út á land er 1500 krónur. En þið bara hafið samband og þetta er ekkert mál að senda leið. En já, bara takk fyrir í dag. Sjáumst seinna. Bye!